Já, skonar, velkomin í Gamesýruna. Það mánudagurinn 7. júlí. Við erum að nálgast núna spennandi dagsetningu og ég ætla nú að fara hérna bara aðeins tilbaka. Ég hef fjallað þessar staðhæfingar Mark Christopher Lee sem bresku kvikmyndagerðarmaður og rithöfundur og hann svona UFO rannsakandi og hann hefur gert alls konar heimildarmyndir og alls konar leynifélög, dulræn efni og UFO og svoleiðis og hann vakti mikla athygli fyrir þessu árið þegar hann héldi fram að hann hefði heimildarmann innan Trump stjórnarinnar og sá heimildarmaður hafði sagt honum að Donald Trump hefði væri með undirbúna ræðu hvað varðar UFO disclosure og ræðan myndi staðfesta að stjórnvöld höfðu sannanir fyrir non-human intelligence og dagsetningin væri 8. júlí sem að 79 ára afmælisdagur Roswell en hann kannski þessu skal algjörlega haldið til haga þessi fullyrðing byggist eingöngu á því sem Lee segist hafa fengið frá nafnlausum heimildarmanni, hann ekki birt neinn skjöl eða neitt þessu tengt og það hefur verið fjallað sem óstaðfesta fullyrðingu og þetta þykir svolítið spennandi og það nefnilega málið, nú 7. júlí og við erum að koma bara inn í 8. það bara eftir 2 daga og þá fer ég að skoða hvar Donald Trump stattur í prógraminu á miðvikudaginn og þá hann þáttakandi í leiðtogafundi í NATO í Ankara í Tyrklandi sem fer fram, byrjar á morgun og stendur til 8. júlí og hann mun koma fram, hann kemur til Ankara á morgun, þriðjudag og verður það til á miðvikudaginn 8. júlí og það verður þarna fullt af okkur í liði og helstu umræðefni fundarins officially eru aukin varnarmála útgjöld aðildarríkja NATO, stríð í Úkraínu, öryggismál í Miðausturlöndum og framtíð Bandaríkjanna innan NATO. En víst að Donald Trump mun halda einhverja ræðu og hver veit, kannski eru við að tala eitthvað og langar kannski aðeins að sýna ykkur hérna. Ég hef líka fjallað hana Anna Paulínu Luna sem fréttakona hún fréttakona ekki fréttakona, hún þingkona og leiðir þetta Disclosure Task Force í Bandaríkjunum og fyrir hennar tilstilli þá hefur JFK skjölum allavega einhverjum aðeins verið sleppt og Epstein skjölum og svo framvegis og það fyrir hennar tilstilli og hennar teymis að þarna þessum UFO skjölum hefur verið sleppt í gegnum stríðsmálaráðuneytið núna í 3 gagnadroppum og þykir svolítið skrítið að 4. droppið ekki komið, það liðin 3,5 vika síðan. En hérna var hún í viðtali í gær og mér finnst þetta ansi áhugavert, hlustiði nú. Things that you feel the American people should know? There will be an announcement soon on one other kind of factor to all this, but it's nothing that I think it'll just be kind of give the assurance that people will understand that the phenomenon is real. But no, I mean, for the most part, everything that we have been able to discuss in a skiff, we can now talk about publicly. And what I will say is without a doubt, the phenomenon is real. Representative. Það bara þannig. Þarna segir hún að there is an announcement coming soon og hún í nánu samstarfi við Donald Trump og mér langar að segja og ég hef lýst því hérna yfir að ég hef enga trú á þessari uppljóstrun sem að hafin, ekki uppljóstrun sem að fara að gerast, heldur virðist vera hafin í einhverjum svona baby steps og þegar ég segist ekki hafa neina trú, þá meina ég að ég hef ekki ég bý ekki við þeirri trú að hún sé í einhvers konar almanna hagsmuna eða eitthvað í nafni þessa að fólk eigi eitthvað lýðræðislegan rétt að því að vita sannleikann eða heimspekilegan eða andlegan eða trúanlega rétt á því að vita hvort að við séum ein hérna á þessari jörðu eða ekki. Ég held að sé eitthvað allt annað í gangi. Eitt hérna
líka sem ég langar að koma inn á og það sem sagt það svo kallar Cliff High og WebBot spárnar og hann hefur sem sagt, þetta spámaður og ekki venjulegur spámaður, hann sem sagt hann búin að búa til sem sagt forrit sem að safna runni gögnum af internetinu og þá erum við að tala bæði spjallborðum, bloggum, fréttum og svo framvegis og forritið leitar að breytingum í orðavali, tilfinningarlegu innihaldi og svo framvegis og sem sagt og hann kemur með eitthvað sem heitir svona predictive linguistic sem þýðir að kenning hans að fólk tali ómeðvitað atburði áður en þeir gerast og hann sem sagt búin að búa til eitthvað líkan í rauninni samkvæmt þessu. Hann heldur því fram að samfélagsleg vitund eða ómeðvitaðar upplýsingar í samfélaginu komi fram í tungumálinu og hægt sé að greina þetta mynstur. Og sem sagt túlkunin, það sem sagt þegar forritið sem hann búin að búa til finni ákveðið mynstur og hann túlkar þau sjálfur og þar kemur rauninni stæðsti ágreiningurinn því að túlkunin virðist ekki vera sjálfvirk og ekki endurprófanlega heldur byggjur hún aðeins á hans eigin mati sem svolítið sketchy en sagt að sko, supporters frequently credit him with predicting 9/11 árásunum og sem sagt morðtilraunum á Donald Trump og sem sagt dróna sem sagt UFO fárinu sem átt sér stað í New Jersey sem hófst í desember 2024 hann spáði vist fyrir COVID-19 og alls konar öðrum tengt UFO atburðum já, maður veit ekki spennandi ég allavega ætla að fylgjast spenntu með á sem sagt miðvikudaginn og þetta auðvitað dagsetning sem markar svona ákveðið spor í UFO umræðinni og við erum náttúrulega búin að upplefa alveg ótrúlegan vetur fyrst náttúrulega með tilkomu heimildamyndarinnar The Age of Disclosure eftir Dan Farah sem að komi held ég einhverju 30-35 uppljóstrarar og áhrifamenn eða áhrifavaldar innan ríkisstjórnarinnar og meðal annars Mark Rubio sem að bara talaði mjög opinskátt raunveruleikana bak við UFO málaflokkin eða fyrirbærið og svo þetta fór sem sagt þessi uppljóstrun í gang reyndar ekki fyrir í maí í gegnum stríðsmálaráðuneytið og fram að því þetta fullt af einhverjum alls konar uppljóstrurum sem að léku þarna lausum hala en þessi gagnadroppa við stríðsmálaráðuneytið sem hafa átt sér stað svo kemur þarna Disclosure Day eftir Steven Spielberg og þetta einhvern veginn bara eins og þetta sé svolítið bara arkitekta hannaður disclosure process og þetta auðvitað sem sagt vekur furðu og það liggur svona svolítið beinast við að 8. júlí gæti þess vegna verið dagurinn sem hinn athyglis sjúki Donald Trump stígi á svið frammi fyrir NATO sem hann einhvern veginn alltaf í einhver skonar varnastöðu gagvart og sem að einhvern veginn manni finnst vera ekkit annað en bara lýsandi minnumáttarkennd og vitleysisgangur hann gæti bara einhvern veginn trompað liðið allir eitthvað að tala einhver varnarmál eitthvað á jörðu og hann bara eitthvað tekur þetta upp á næsta skref og fer allt í að tala sem sagt staðfestir tilvist ójarnarskra vera og flýilda og hvað bandarækjumenn eru búinir að vera duglegir síðustu 80 ára samkaða sér tækni sem alveg incredible technique. Þannig að við fylgjumst spennt með þetta bara á miðvikudaginn, í dag mánudagur anda djúpt í þetta já, annars ekkert merkilegt þannig, veist, sem búið að vera í gangi. Þetta eins og ég hef sagt, þetta svona svolítið lognið og undan storminum. Það auðvitað búið að vera einhverjar ásakanir og milli Rusk Holdart og Lou Elizondo fyrir þau eitthvað sem ekki vitið hver þau eru, þá Lou Elizondo svona, já, innan svega uppljóstrari, hann sá sem að lag
gögnum sem sagt í New York Times 2017 með Christopher Mellon TikTok, Gimbal og Go Fast vídeóin og maður spyr sig eftir öll þessi ár 10 ár síðan, hann meira þess að búin að bera vitni fram með fyrir þingnefnd hann einhvern veginn svona, virðist vera svona eitthvað svona óbeinn undir rós talsmaður fyrir uppljóstrun af hálfu djúpríkisins eða ríkisins og hérna en einhvern veginn reynir svona svo litið að hérna láta það líta út fyrir að hann sé einhvern veginn að vinna einungis í þágu uppljóstrunar og í þágu fólksins en þetta eitthvað sketchy og Russ Coulthart sem rannsóknarblaðamaður og mikill rannsóknarblaðamaður innan UFO hann hefur sem sagt í rauninni slengt því fram eða fullyrt að sjálfur Lou Elizondo hafi starfað innan þessa svokallaða legacy program sem sagt bara svona, hvað ég segja, eins og svona disinformation eða falsk frétta agent hvað varðar UFO þannig að interesting Herrskundar, ég ætla ekki að hafa þetta lengra fylgjum spennt með ef þið viljið followa Gamesýruna þá það TikTok UFO Gamesýran hvet ykkur til þess að followa Gamesýruna á YouTube, það Þvottahús Gamesýran og svo það bara ég persónulega Gunnar Dan á Facebook, það allt byrt þar til næst, elska ykkur, namaste